Komið sæl, ég heiti Sara Pálsdóttir. Mig langar til að biðja fyrir stundinni. Já, Faðir, ég þakka þér fyrir að þú hefur sendt orð þitt og lækna okkur. Og ég þakka þér fyrir að orð þitt kemur því til leiðar sem þú hefur ákveðið að það komi til leiðar hér í dag. Takk heilagur andi að þú hefur undirbúið hjörtun hérna inni til þess að meðtaka orð þitt og þá stórkostlegu hluti sem þú hefur fyrir sérhvert okkar hér í dag. Í Jesú nafni, við lyftum upp þínu nafni Jesús og við þökkum þér fyrir það verk sem þú vannst þegar þú gafst lífið þitt á krossinum og við tökum við því verki inn í hjart okkar í trú í Jesú nafni. Amen. Yfirskrift orðsins í dag eru opnar dyr hjartans, hvað er það sem fellur okkur? Og í Biblíunni eru mjög margar frásagnir af Guðs mönnum og konum sem voru að gera stóra hluti fyrir Guð, voru að gera drýja dáði fyrir Guð, áttu í nánu heilbrigðu sambandi og samfélagi við Guð, en síðan gerist eitthvað og viðkomandi féll. Og við erum með menn eins og Davíð konung, Sál og Salómon, Gídeon, Esau, Ísraelsku þjóðina í eyðimörkinni sem féll og svo þetta Adam og Evu sem voru fyrstu mennirnir og féllu með mjög alvarlegum afleiðingum fyrir allt mannkynið. Og þegar við skoðum þessar frásagnir og við rýnum í orðið, þá sjáum við að allir þessir einstaklingar áttu eitt sameiginlegt. Og það voru opnar dyr í hjartanu fyrir óvininn til þess að koma inn og stela og slátra og eyða. Og Biblían segir í Orðskviðum, 4. kafla 23. versi, varðveittu hjarta þitt framar öllu öðru, af því að þar eru uppsprettur lífsins. Uppsprettur lífsins er í hjartan okkar og það er okkar að varðveita hjarta, því að það sem að nær hásætinu í hjartan okkar verður á endanum það sem að stýrir líf okkar og það hefur úrslita áhrif á það hvort við stöndum eða föllum. Og í orði Guðs þá getum við séð að það sem að fellur okkur eru opnar dyr í hjarta okkar fyrir óvininn til þess að komast inn. Og það er ekki óvinnurinn sem opnar dyrnar í hjarta okkar og hvað þá Guð, það eru við sjálf sem opnum þessa dyr. Og það gerist þegar við víkjum hjarta okkar frá Guði á einhverju sviði í okkar lífi. Það gerist þegar við reisum okkur skurðgot eða hjáguð í hjarta okkar og það er þá sem myrkrið kemst inn. Og það segir í 1. Kórinthubréfi í 10. kafla, tilbiðið ekki skurðgot eins og nokkrir þeirra, og þarna er verið að vísa í Ísraelana sem voru í eyðimörkinni. Allt þetta komum við þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar okkur sem endir aldan er komin yfir. Sá er hyggst standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Forðist þess vegna skurðgoðadýrkun mín elskuðu. Og hvað er eiginlega skurðgoð og hvað er eiginlega hjáguð? Skurðgoð eða hjáguð er allt það sem fær hlutverk í okkar hjarta sem Guð einn á að hafa. Það er allt það í heiminum sem við ákveðum í hjarta okkar að eigi annaðhvort að vera okkar Guð eða gefa okkur það sem Guð einn á að gefa okkur. Það getur verið hvað sem er. Það getur verið matur, það getur verið áfengi, vímuefni, það getur verið annað fólk, það getur verið vinnan okkar, það getur verið börnin okkar, fjölskyldan, það getur verið líkaminn okkar, útlitið, hreyfing, hvað sem er getur orðið að hjáguð í hjarta okkar ef það fær ranga stöðu í hjartanu. Góðir hlutir geta orðið rangir ef við gefum þeim ranga stöðu í hjarta okkar. Matur er gjöf og blessun frá Guði, en ef að matur á að vera huggarinn okkar, ef að matur á að vera okkar leið til að takast á við sársauka eða neikvæðar tilfinningar, þá hættir matur að verða blessun og verður bölvun og hjarta okkar víkur frá drottni. Fólk er blessun og gjöf frá Guði. Guð skapaði fólkið í lífinu okkar, en ef að fólki á að gefa okkur samþykki, viðurkenningu, fólk á að vera öryggi okkar, þá hefur fólk fengið ranga stöðu í hjarta okkar og myrkrið kemst inn. Og peningar eru verkfæri, blessun frá Guði, en ef við fyrir að tilbiðja pening og segja peningar eða gefur öryggi eða frelsi, að þá hafa peningar fengið ranga stöðu og orðið skurðgoð í hjarta okkar.
Og Biblían segir í 2. Mósebók, þú skalt ekki, það Drottinn að tala, hann segir þú skalt ekki hafa aðra guð en mig. Og í 1. Jóhannesarbréfi varar Jóhannes við, gætið ykkar á falsguðunum. Og þetta skrifað ekki bara áður en að Jesús kemur og deyr á krossinum. Það er líka verið að tala til okkur og vara okkur við sem höfum tekið á móti Jesú, og þetta þýðir að kristinn maður sem endurfæddur og hefur fengið nýjan anda fæddan af Guði, hann getur reist sér skurgu eða hjákvuð í hjarta sínu ef hann passar sig ekki að varðveita hjarta sitt framar öllu öðru. Og eftir að ég tók á móti Jesú og frelsaðist, sem gerðist vorið 2019, eftir að Jesús birtist mér í hugleiðslu og bæn, þá áttaði ég mig á því að stærsti hjákvuðin í mínu lífi hafi verið áfengi. Áfengi átti að gefa mér sjálfstraust, áfengi átti að gefa mér sjálfsöryggi, hugrekki og kjark, áfengi átti að gefa mér frelsi til þess að losa af mér höftin og fara og tala upp á hverjum sem og tala við hann eitthvað sem ég hafði ekki haft kjark til þess að gera. Og því stærri sem hjákvuðin í hjartanuðinu, því meira vald fær hann yfir lífinuðinu. Matur var líka risastórt hjákvuð eða skurkvuð í hjartan mínu. Matur átti að vera huggarinn minn, leið mín til að flýja sársaukann, meðhöndla neikvæðu tilfinningarnar, leið til að meðhöndla stress, og ég var með ofboðslega óheilbrigt samband við mat, glímdi við svæsna átröskun í 17-18 ár. Og eftir ég tók á móti Jesú þá fór hann að opinbera þetta fyrir mér í hjarta mínu og sýna mér af hverju ég hafi verið svona veik. Og Sál konungur, hann var fyrsti konungur Ísrael, hann var útvalinn af Guði og smurður af Guði til þess að vera konungur yfir Ísrael. Og hann var mikill Guðsmaður og hann drífði mikla dáðir, bara frábær náungi. En síðan gerðist eitthvað og hann féll og hann komst aldrei aftur tilbaka. Og það segir í 1. Samúelsbók í 15. kafla að Sál, hann fekk skýr fyrirmæli frá Guði, en hann hlýddi aðeins að hluta. Og þegar Samúel spámaður kemur til Sáls og segir, Sál, af hverju fórstu ekki eftir boðum Guðs? Og þá svarar Sál, ég hef syndgað með því að brjóta boð Drottins og fyrirmæli þín, ég óttaðist fólkið og ég lét undan kröfu þess. Og þarna opna dyrinn, hann óttaðist fólkið var orðið að hjákvuði í hjartans, og þá fór hann að óttast fólkið og hann fór að hlýða fólkinu fram yfir Drottinn. Og hann féll. Og þetta rótin af ótta við menn sem vara svo sterklega við í Biblíunum, við ætlum að fá næstu glæru. Það segir í Orðskviðum 29-25 að ótti við menn leggi snöru, en þeim borgið sem treysti Drottni. Og í Galatabréfinu segir, ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjónn Krists. Og þetta þýðir einfaldlega að við getum ekki þóknast báðum. Ef að fólk á að gefa okkur viðurkenningu, samþykki, mikilvægi, þá það að hjákvuð í hjarta okkar, það fyrir að hafa óeðlilegt vald yfir okkur og við fyrir að þóknast fólki. Og þá víkur hjarta okkar frá Guði að þessu leyti. Og þetta fellir ekki bara konunga eða menn sem var að gera stórkostlega hluti fyrir Guð, þetta bara á við okkur öll, venjulegt fólk. Og þetta getur fellt þann sem að þorir ekki að segja sannleikann af því hann óttast að missa vinsaldir frá fólki. Þetta getur fellt þann sem segir já við öllu af því hann svo hræddur við að fá höfnun frá öðru fólki. Og þetta getur líka fellt þann sem að getur ekki sett heilbrigð mörk af því hann þarf á því að halda að fólki líki vel við sig. Og það ekki okkar algóði kærleiksríki Guð sem að fellur okkur, það djöfullinn og hans hyski, hann hleypur inn opnar dyr. Og við ætlum að fá næsta vers. Það 1. Pétursbréf 5. kafli, það sem að segir verið algáð og vakið, óvinur ykkar djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Og þetta þýðir einfaldlega að djöfullinn, hann hefur ekki aðgang að öllum. Hann getur ekki tortímt öllum, hann að leita að opinni dyr, að opnum dyrum. Og Sál konungur sem hafði áður verið útvalinn og smurður af Guði, hann misti ekki bara konungdóminn, hann misti geðheilsuna og hann endaði í örvæntingu og dauða. Og í 1. Samúelsbók segir að þrjóska
síðan svo spádómskugl, þvermóðska áþekk hjáguðadýrkun, og Guð er að segja okkur að öll óhlýðni við Guð, öll óhlýðni við hans orð, það er hjáguðadýrkun. Af því að þá erum við að segja í rauninni, ég ætla að treysta einhverju öðru heldur en Guði og ég ætla að reiða mig á eitthvað annað en Guð, ég ætla að trúa einhverjum öðrum eða einhverju öðru heldur en því sem Guð er að segja. Og þegar við óhlýðnumst og förum gegn boði Guðs, þá erum við að víkja hjarta okkar frá Guði og það getur kostað okkur svo mikið. Og við munum eftir Jeremías 17, þar sem hann segir: bölvaður er sá sem treysti mönnum og reiðir sig á styrk dauðlegra en hjartans víkur frá Drottni. Þetta fylgist alltaf að. Og Páll sagði í Kólossusbréfinu að við eigum að deyða hið jarðneska í far okkar, ágindina sem er skurðgoðadýrkun. Og ágindin segir, bara ef ég eignast svona mikinn pening, þá er ég örugg og frjáls. Bara ef ég get fengið þessa manneskju til að elska mig, þá verð ég mikils virði. Bara ef ég hefði meiri tíma, þá get ég leyst öll þessi vandamál. En Guð segir, ég er friðurinn þinn, ég er lækningin þín, ég er frelsarinn þinn, ég er líf þitt. Guð gefur okkur allt sem við þörfnumst og miklu, miklu meira, en til þess að hann geti gefið okkur það, þá þurfum við að leita fyrst til hans. Við leitum fyrst hans ríkis og hans réttlætis og þá veitir hann okkur allt annað að auki. Þannig að uppspretturnar okkar eru alltaf í Guði, ekki í heiminum. Jesús sagði, þið getið ekki þjónað tveimur herrum. Og það er í Mattheus 6:24, annarkvort hatar hann annan og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn. Við getum ekki bæði þjóna Guði og mammon, og mammon er Guð peningana. Davíð konungur var stórkostlegur maður. Hann var maður sem hafði hjarta eftir hjarta föðurins og hann var svo auðmjúkur og hann fylgdi Guði þrátt fyrir ótrúlegar þrengingar og erfiðleika sem hann þurfti ganga í gegnum og hann var smurður til þess að vera konungur á eftir Sál, en Davíð féll alveg svakalega illa. Og það var það sem að gerðist. Fyrsta sem að opnaði dyrnar í hjartanu, það var óhlýðni við boð Guðs. Guð hafði gefið fyrirmælum konunga Ísraels og fyrirmælin voru að þeir máttu ekki safna að sér eða eigna sér of margar konur. En Davíð var búinn að brjóta þessi boð og hann var byrjaður að safna að sér alls konar konum og hjákonum. Þannig að dyrnar voru opnar löngu áður en að freistingin dúkkaði upp, sem var Betseba, sem var forkunnarfögur kona, nakin að baða sig upp á húsþaki og Davíð horfir á hana og hann féll. Hann lét senda eftir henni, jafnvel þótt hann vissi að hún var gift, svaf hjá henni, hún var ólétt og þegar hann náði ekki að breiða yfir syndina með blekkingum og óheiðarleika þá lét hann drepa manninn hennar og hann tók hana sér til eiginkonu og það kom rosaleg bölvun yfir fjölskyldu og ætt Davíðs konungs og á þessum tíma var Jesú ekki búinn að deyja á krossi og fyrirgefa syndinnar, þannig að afleiðingarnar voru í öllum næstu kynslóðum sem komu á eftir Davíð. Og Salómon konungur, hann var líka stórkostlegur náungi og hann var vitrasti maður í heimi. Guð gaf honum svo mikla visku, það var engin maður á allri jörðinni eins vitur og hann. Og ég ætla að fá hérna næsta vers upp. Hvað var það sem að gerðist fyrir Salómon? Það var svona ekkert ósvipað og það sem að gerðist fyrir Davíð. En drottinn hafði gefið Ísraelsmönnum fyrirmæli konur af erlendum þjóðum að það mátti ekki leggja lag sitt við þær. Og hann varaði við, þær munu áreiðanlega snúa hjarta ykkar til Guða sinna. Og hvað gerir Salómon? Hann felldi ástarhug til þessara kvenna. Salómon. Og svo gerist eitthvað sem mér finnst vera algjörlega sturla. Hann átti 700 konungbornar eiginkonur og 300 hjákonur. Og það var það sem að felldi hann.
ég skil ekki hvernig hann nefndi þessu vesinni. Bara hvernig var þetta svo hægt að vera bara með eitthvað Excel-skjal og gervigrein til að stilla þessu öllu upp, bara allir afmælisdagarnir, brúðkaupsafmælisdagarnir, öll börnin sem allar konurnar eignuðust, gerðu hann eitthvað annað en að sinna öllum þessum fjölda kvenna og Salómon sem að vitrasti maður í heimi, hann hafði ekki næga visku til að átta sig á að það eru örugglega ekki blessun að eiga 1000 tengdamæður. En svona fór þetta. Þegar hjarta okkar víkur frá Guði á ákveðnu sviði, þá verðum við bara heimsk þar. Og hann var örugglega mjög mikill ástar- og kynlífsfíkill, fagrar konur voru hjá Guði hjartans og hann var að reyna að fá eitthvað frá öllum þessum konum. En það er þannig að hjá Guði geta aldrei fullnægt þörfinni. Það er bara Guð, það er bara Jesús Kristur einn. Amen. Opnu dyrnar í lífi Júdasar var fégræðgi. Og fégræðgi er ekkert annað en afleiðing af því að peningar eru orðnir skurðgoð í hjarta okkar. Og það er svo lýsandi fyrir þessa hjágóðu skurðgoðu dýrkun, það sem að Júdas gerði. Hann seldi Jesús fyrir 30 silfurpeninga. Hugsið ykkur, hann seldi Guð sinn fyrir 30 silfurpeninga og það er það sem gerist. Þegar við reisum okkur hjá Guð í hjartanu, þá erum við að selja Jesús fyrir það sem við erum að tilbæða í staðinn fyrir hann. Adam og Eva, fyrstu mennirnir, Adam fjall af því að hann óhlýðnaðist Guði, en Jesús stóðst og reis upp af því að hann hlýddi Guði og hann stóð á orði Guðs. Þegar djöfullinn reyndi að freista hans, þá svaraði hann með orði Guðs. Amen. Þannig að fallið, það kemur ekki strax við fyrstu dyrnar sem opnast í hjartanu. Hjáguðin er kannski búin að vera að grassera í hjartanu okkar og malla, bæta við sig meira og stækka. Og við megum ekki sofna á verðinu. Við verðum að varðveita hjarta okkar og endurnýja hugarfarið. En undanfarinn, hann byrjar hér í huganum. Óvinurinn byrjar að hvísla einhverju að okkur, einhverjum legum. Hann byrjar að sýna okkur eitthvað sem er skínandi og glansandi og svo freistandi og fallegt og við byrjum að horfa á það með augunum og var bara vá. En það er alltaf eitthvað sem er aðeins öðruvísi en það sem Guð hefur lofað þér. Það er alltaf eitthvað sem er aðeins öðruvísi heldur en orð Guðs segir. Og við verðum að vera vakandi og við verðum að varðveita hjarta okkar. Og þegar óvinurinn, hann reynir alltaf að víkja hjarta okkar frá Jesú. Og þannig þekkjum við andkristis andavaldið. Það er þannig sem það starfar. Það getur lítið fallega út, en það er að víkja okkur, beina okkur frá Jesú. Það sem er frá Guði föðurnum, það beinar okkur alltaf til Jesú. Og það er þannig sem við þekkjum það. Og það er okkar að sjá til þess að hjarta okkar sé samstillt við orð Guðs. Og til þess að það sé hægt, þá þurfum við að lesa í orði Guðs. Við þurfum að lesa í orði Guðs. Og það er áskorun að byrja fyrst að lesa daglega, en leið og þú byrjar, þá getur ekki hægt. Og það hefur verið þannig hjá biblíuáskorunin okkar í Frelsiskirkjunni. Við byrjum að lesa daglega 1. maí. Við ætlum að lesa 1 mánuð, við erum enn að lesa á hverju einasta kvöldi. Við getum ekki hægt og ég get ekki hægt. Ég get ekki verið án þess. En ef við föllum, sem er eitthvað sem hefur komið fyrir okkur öll, og hefur komið fyrir mig, þá bregðumst við með að iðrast og við leitum til Drottins og við lokum þessum dyrum fyrir fullt og allt og drögum þannig lærdóm af því en höldum ekki áfram að vera með hleran að opnast og lokast. Þegar Davíð, eftir að hann féll, þá iðraðist hann í duft og ösku og hann hrópaði til Drottins í Sálmi 51. Skapi mér hreint hjarta og Guð, og í Jakobsbréfinu er varað við því að við eigum að hreinsa hjörtu okkar og við megum ekki vera tvílynd. Við megum ekki haltra til beggja hliða með einn fótinn í heiminum en hinn fótinn í Jesú. Við megum ekki vera hálfvolg, við megum að vera brennandi í andanum. Jesús vill allt hjarta okkar, ekki bara hluta af því. Við eigum ekki að segja, jú, ég elska Jesú, hann er frelsari minn, en ég ætla líka að reiða mig á kerfið, af því að kerfið á að bjarga mér og sjá fyrir mér. Við eigum ekki að segja, jú, Jesú, ég elska þig,
Jú, ég trú á Jesú en peninga veita mér frelsi og öryggi. Jú, ég elska Jesús en annað fólk þarf að gefa mér virði og mikilvægi og tilgang. Jú, ég elska Jesú en vinnan mín er tilgangurinn minn. Vinnan mín er lífið mitt. Það er að haltra til beggja hliða og það vara við því að skurguð og hjákauður eru dauðir hlutir sem geta aldrei gefið okkur það sem við erum að reyna að fá frá þeim. Aldrei nokkuð tíma. Og því meira sem við reynum að fá það sem við þörfnumst frá þeim, því meiri skortur eða meira ójafnvægi eða meira óheilbrigði kemur inn í þetta tiltekna svið. Ef annað fólk á að gefa þér frið, hugleiðsla á að gefa þér frið, að fara í fjallgöngur á að gefa þér frið og þú finnur fyrir ófriði og þig vantar frið og þú byrjar endalaust að fara í fjallgöngur og hugleiða og gera allt þetta sem á að gefa þér frið, það getur ekki gefið þér frið. Bara Guð getur gefið þér frið. Hann getur gefið þér frið í gegnum þessa hluti en hann er alltaf uppsprettan. Og við getum séð þetta í líf okkar bara með að horfa á líf okkar. Hvaða svið í líf okkar eru óheilbrigð? Hvaða svið í lífinu okkar eru sveipu myrkri og við bara vitum að þetta er ekki heilbrigt. Við vitum að það er eitthvað andavald eða eitthvað í gangi sem á ekki að vera í gangi og þá eru öllum líkindum opnaðir í hjartan okkar og eitthvað hjákuð, eitthvað skurg og við þurfum að skoða það með Guði. Og á endanum, ef þetta fer að grassera mjög lengi, þá verður hjákuðin að það sem að Faðirinn á himnum kallar viðurstig eyðingarinnar og vonbrigði og ótti og gremja geta komið inn. Og við þurfum að vara okkur á því að óvinurinn ná ekki að ræna frá okkur með þessum hætti því stórkostlega sem Guð vill gefa okkur. Kölluninni, tilganginu sem Guð hefur fyrir líf þitt, náðina sem hann gefur þér, lækninguna og við veljum að snúa hjarta okkar og vera heilshugar við Guð. En við þurfum líka að hafa nægilega auðmýkt til þess að vera tilbúin að skoða þetta í okkar eigin hjarta. Auðmjúkt hjarta segir Guð, ég er búin að vera að lesa þessi vers í Biblíunni og mér langar bara að koma til þín og leita til þín. Hvernig viltu opinbera fyrir mér ef það er eitthvað í hjartanu mínu sem er ekki frá þér? Viltu segja mér það ef ég er búin að reisa mér eitthvað hjáku, eitthvað skurgu í hjarta mínu og opinbera það fyrir mér? Og hann mun opinbera það, hann mun sýna þér, hann mun tala til þín en hrokafullt hjarta segir, ég þarf ekki að skoða þetta. Ég er með allt mitt á hreinu. Þetta er allt í góðu hjá mér. Og frestun á hlýðni er það sama og óhlýðni. Kannski er í hjartaniðinu núna einhver hugsun þar sem Guð er búin að vera að tala til þín. Hann er búin að vera að segja að þú verður að segja skilið við þennan lífstíl. Eða þú þarft að taka einhverja ákvörðu, þú þarft að fyrirgefa einhverjum. Þú þarft að koma nær mér en þú ert búin að vera að fresta eða segja já, ég ætla að gera þetta en ég ætla að gera þetta seinna. Það er það sama og óhlýðni og það er það sem að hleypir óvinunum inn. Og mér langar að skora á þig að setja skilyrðislausa hlýðni við Guð og hans orð og það sem hann hefur talað til þín í hjartanu. Að koma fram fyrir hann og gefa hann iðrun þína og segja í Jesú nafni, ég loka þessum dyrum fyrir óvinunum og ég sný hjarta mínu aftur til þín í Jesú nafni. Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur og mér langar til þess að biðja. Faðir á himnum, ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú ert hérna að hræra í hjörtum okkar. Í Jesú nafni þá hasta ég á lygar óvinarins og ég rek þær í burtu. Óvinurinn hefur ekkert vald yfir þínu fólki. Í Jesú nafni þá bara þakka ég fyrir að þú sendir orð þitt inn í sérhvert hjarta hér og þú læknar og þú leysir. Í Jesú nafni þakka ég fyrir að þú ýfir upp eldinn, eldheilas anda og hann brennur í burtu allt sem er ekki frá þér. Í Jesú nafni þá bara komum við fram fyrir þig og við gefum þér iðrun okkar og við iðrumst allra þeirra skipta sem að hjarta okkar vék frá þér. Í Jesú nafni við snúum okkur heilshugar til þín. Við snúum öllu hjartan okkar til þín. Við snúum öllum hug okkar til þín og við veljum það að vera brennandi í andanum. Við höfnum því að haltra til beggja hliða með einn fótinn í heiminum og einn fótinn í þér, Jesús, og við bara sökkum okkur og í þitt djúp, Faðir, í Jesú nafni. Þú átt okkur öll
Hvert krók, hvert kima, hverja hugsun, hverja tilfinningu, sálin okkar, líkamann, hugan og hjartað. Í Jesú heilaga nafni, þá blessa ég líf þinn og ég þakka þér fyrir að við förum út héðan breytt. Við förum út héðan með gjöf og blessun frá þér sem umbreytir okkur innan frá og mun flæða út frá okkur inn í líf okkar. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Takk fyrir mig.